Blessaður og sæll. Já, sæll. Hvað segirðu gott? Fínt. Ég sé ekkert, hvað er? Já. Ertu búin að vera að fylgjast með hérna flóðinu af það 4 uppreisnardeildina 4? Já, byrju, ég sé hvorki þig né mig. Á hverju er það? Nú, ég sé þig. Sérðu mig? Veitu, ég sé þig og hérna, það er ekkert búið, það er opin kameran, sko, samkvæmt því sem ég sé, sko. Nú, þetta bara að vera smá, svolítið stund að þetta inn, sko. Já. Já, ég er búin að lesa svolítið í gegnum þetta, að ég er með nokkra punkta sem ég langar að tala um. Er það í lagi? Já, endilega. Ok, ég var að hugsa að gera svona smá viðtal og kannski senda. Ég nenni ekki að skrifa, en við sjáum til. En ég er að taka upp þennan fund ef okkur sýnist sem svo. Ég er að taka hann upp. Já, varstu með í huga að vera með á netinu á morgun? Já, það er æðislegt, það er flott. Það er svo Zoom, þeir eru vel með á Zoom. En kannski... Í friðarhúsinu á Zoom, sko. Já, einmitt. Ég er til að verða, en þú veist, ég er ekki viss með en að hafa með ofsa mikið í frammi, sko, að það eru margir, skiluru. Þannig að kannski býja til bara smá vídeo þá punkta sem ég er að pæla í, sko. Já, endilega, bara. En ég ætla að reyna að segja þér frá því. Þetta er alveg búið að vera á flegi ferð hérna, sko, hjá mér. Já. Þetta er aðalega svona... Þetta byrjar að taka upp. Já, ok, já. Já, þú hefur verið að spegla það í þessum málum, Regi. Já, þú skoða þetta fram og aftur og hérna, svona fljótt á litið, þá lítur út fyrir að við höfum bara 2 kosti sem eru báðir slæmir. Það er annars vegar hvort að þessi hópur tekur yfir sem sagt flokkinn. Og þá mun Gunnar Smári alveg verða brjálaður og gera allt sem hann getur til að eyðileggja allt sem hann getur eyðilegt, sko. Og hinn kosturinn er að það takist ekki að taka þetta yfir og þá verða menn fúlir eitthvað og bara hætta og Gunnar Smári heldur áfram með samstöðuna en hvort sem verður að þá verður það svo vond til afspurnara að það hætti að kjósa sósíalista því að samátt og bara Pírata, það voru einhverju deilur þar, þá bara vildi enginn kjósa þá og þannig að við eigum bara 2 kosti og svona fljótu bragði þá virðist vera að það séu bara 2 kostir í boði sem eru báðir slæmir. En þá getur maður spurt, sko, hvernig er þetta að fá, sem sagt, leysa svona hnúta, sko. Stundum fara menn og fá bara einhvern svona, ágreinings, svona sálfræðing til að aðstofa við, einhvern ágreinings, sko, utanakomandi, En það sem að, sko, það eru svona nokkri hlutir í þessu sem eru að eitt er að, sko, það getur verið að reyna að finna sameiginlegan óvinn. Það er alltaf eitt sem að hjálpar til þess að hjálpa fólki saman og ná að vera með eitthvað starra heldur en þessi rifrildi sem eru í gangi.
Ég mæli nú ekki mjög mikið með því, sko. Ég held að það sé svona ekki vænlegt til árangurs. Hitt að ef það er hægt að, sko, ef það er hægt að finna einhvað verkefni eða framtíð eða eitthvað sem að menn eru tilbúnir að beina sér að sem er stærra heldur en þessi ágreiningur og snúa bökum saman og einhenda sér í það. Og þá er spurning hvað það geti verið. Það er kannski hægt að nefna einhverja hluti en mér langar aðeins að greina stöðuna fyrst. Því ég átti líka rosalega skemmtilegt samtal við hana Tracy. Hún sagði þetta vera alveg eins og í Kenía, sko. Gamla liðið er að reyna að gera hlutinu eins og í gamla daga en svo er unga fólki út á götunni og er með uppreisn og bara sér hlutinu á allt annan hátt. Og þetta er svona ný kynslóð, þetta er svona kynslóðaskipti, ný viðhorf sem eru að reyna að reiðja sér til rúms og reyna vilja gera hlutinu öðruvísi en fyrir á velli situr. Náttúrulega fyrst og fremst Gunnar Smári sem er að mörgu leyti rosalega klár og áhugaverður og allt það. Hann er ofsalega góður svona greinandi og hann er góður fjölmiðlamaður. En sko það er bara, við vitum það að menn eru ofta ekki góður í öllu, sko. Þeir eru bara góðir í kannski sömu en ekki öðru. Og hann auðvitað, sko, hann er svo mikil businessmaður og hann er svona búin að vera framkvæmdum og eitt og annað og hann vill bara reka þetta eins og bara enga fyrirtæki sem hann er bæði framkvæmdastjóri og líka forstjóri, svo líka gjaldkeri, svo líka hugmyndafræðingur og svo bara ræður hann öllu. Og hann er meðvoða mikið svona alkohólíska tilburði. Hann er með rosalega mikla sko afneitun. Hann afneitar öllu og það er allt sem aðrir gera sko slæmt og og allt það er ekkert athugavert við neitt sem að hann gerir sko. Og hann og svo framvegis, við þurfum ekki að fara mjög en þetta er mjög, sko, það er ofta alkohólistar, þú veist að þeir kannski ná tíma og ná einhverjum árangri, svo festast þeir aftur í þessari hegðun og þetta er kallað að vera svona þurra fyllir. Þannig hann þarf bara að fara í góða hólspora vinnu og það þarf auðvitað að vera fundur, það sem er mjög hreinskilin tjáskipti, það sem enn fara í gegnum hlutina og það sem að, sko, ef maður vinnur gegn framþróuninni, þá maður að vinna gegn sjálfum sér, eins og við vitum. En Gunnar Smári hefur alveg stórkostlegt tækifæri sem er það að sko leyfa hinum nýju hlutum að halda áfram og þróast og sleppa og hann getur gert sína fjölmenna hluti og hann getur verið svona bara the good old wise man sem er svona leiðbeinandi og vera svona styðja við þetta og bara er með góða legacy og bara styður við hlutin og lætur þá halda áfram og er bara að hjálpa þeim svona vör. Þannig hann getur bara staðið upp sem stór sigurvegari og alveg stórkostlegt tækifæri til að láta hlutinum að þróast á hinn besta veg. Ok, það lið sem hann er búin að safna í kringu sig, það er allt fólk sem hefur einhverja hagsmuna gæti. Þeir eru partur af samstöðunni, launum eða eitthvað svona þess að þar. Þannig að þessi skipting er mjög skýr. Það er einhver nýju hlutir og svo hagsmuna svona flokkseigenda félag eða þess að þar. Og svo þarf hann bara að fara í góða 12 spora vinnu, eins og ég ger í samtökunum, hann var nú framkvæmdastjóri þar, þannig að þetta kunna það. Svo er þetta að spyrja hvað geti verið stórt verkefni. Til dæmis geti verið að því að nú eru Píratar, Vinstri græn og sósíalistar saman í borginni. Það verður hægt að setja sko svona kosningabandalag víða land sko með þessum 3 flokkum, ekki þetta samin eða neitt, heldur bara vera með svona bandalag sem að kannski býður fram saman, bara dæmi, gæti verið ein hugmynd eða
ég veit ekki, eitthvað, ef maður getur komið upp með svona brainstorming og komið upp með aðrar og fleiri hugmyndir, sko, það en ef það væri eitthvað stærra, heldur bara þessi átök sem geta bara annar vinnur og hinn fer í fílu, eða hinn vinnur og hinn fer í fílu, það er ekki góð stað að vera í, það enda bara með skilnaði. Ok, hvað heldurðu? Já, sko, ég verð að segja það að þetta mjög, þetta hrífur mig, þú hrífur mig með þér í þessu, sko, og ég að hugsa til dæmis til þeirra þróunar sem yfir höfuð í heiminum núna, að þar sem verið að, sko, þetta BRICS og allt þetta, og það sem verið að þróa samstarf milli þjóða sem að byggir á því að leyfa og sko virða sko sovereignty eða fullveldi hverjar þjóðar, og þar innan veggja alls konar mannréttindabrot, alls konar hlutir, en þeir eru bara sammála það að breyta uppskriftinni í samskiptum þjóða þannig að menn sé að starfa saman og leita eftir friðsamlegum heimi og sem byggist á samvinnu en ekki að leita að næsta óvinni. Og þannig að þetta svona dálítið í þínum anda og í ákveðnum nýjum anda sem að birtist, finnst mér einmitt í geopolítikinni. Og við þurfum að hugsa líka þannig, við þurfum að hugsa bara hvar ætlum við að vera, það einhver staða umfjöllun það að BRICS væri einkar hagkvæmt fyrir smáþjóðir og ekki bara upplagt að kanna svona hluti en bara semst þetta gefur bara, þetta lyftir mínum anda, það sem þetta segja. Já, og það sko, sem sagt að rætur allra þessa hópa og þessara ólgu og allt frá búsáhaldabyltingunni og þar, og við vitum það, og þetta minnir að sumu leyti á eins og hreyfingin, eða borgarhreyfingin og svo hreyfingin sem að var nú mín hugmynd, þetta nafn hreyfingin, hvað það, og nú erum menn að tala samhið, það er nú svona skemmtilega útúr, en það er þar sem urðu átök, sko, því þetta fór svo hratt af stað og menn höfðu mismunandi og fólk þaðan úr þeim slag geta kannski komið með og deilta reynslu sinni og sko þetta hluti af sama ferli og lengra ferli, þannig að ég held að einhver svona hugmynd að vera með svona kosningabandala fleiri flokka og af því að þeir eru saman í borginni þá geti það verið svona ákveðin lykilli að tengja við þessa flokka og bara í öllum bæjar og sveitastjórna kosningum og það fer líka rosalega mikið saman með þessari hugmyndum að byggja flokkin upp allt land, að fara í sveitastjórnir í það. Eitthvað svona áhersla þar sem að menn koma með framtíðina með sér sem inn á aðalfund í staðis að koma til að leysa ágreining og keppnum hver hefur betur, sko, eins og kappleikur. Þetta er svona eins og að hugsa út yfir sjálfan sig, sko, að það hafa allir problem, það hafa allir magapínu og alls konar vesen, en við ætlum að fara út fyrir þetta og sjá hvað við eigum sammeili. Við veitum það þegar eitthvað stórt kemur fyrir í fjölskyldan og svona, þá verða allir svona hlutir verða minnka öllu leyti og alls konar dagur þras og vesen verður bara eins og hjóm, sko, ef að leita á svona alvöruna og eitthvað alvarlegt og eitthvað svona sem skiptir mál. Við náttúrulega erum á viðsjálfverðum tímum, þannig að
Það eiginlega voða lítið tími fyrir pex og þras, sko. Já. Mér dettur í hug, Raggi, að við myndum ekki hafa þetta mjög mikið lengra nema ef við höfum einhverja enda punta af því að þetta svo þetta komist nú, svo við tökum ekki yfir fundir. Já, bara ég alveg til að deila þessi vídeo þannig að þið vilja og geta kíkt á þetta ef að fólk vil eitthvað Já, ég mun bjóða upp á ég mun bjóða upp á það. Já, og þá gott að geta til í fundin á morgun, sko, kannski þá daginn á morgun geta menn kíkt á þetta og svona skoða hvort þetta sé eitthvað sem að mönnum finnst og bara opna pondurubóksinu. Takk ekki tíman. Ok, og þá byrðu til bara slóð og við deilum henni á uppreisna deildar dæminu. Já, þá geta menn kíkt á þetta, ef við vilja. Já, þetta snild. Þá tefjum við ekkert fundin á morgun. Og þá segi ég bara friður, kraftur og gleði. Já, friður, kraftur og gleði fyrir þig. Og slítum Taka húmanismen á þetta. Slítum þessum fundi.